Ég verð að segja ykkur, þetta það eina sem dugar á kvennakór sem að skvaldra. Hjartalega velkomin öll til þessarar 20 ára afmælishátíðar Kvennakórs Reykjavíkur. Á 10 ára afmæli Kvennakórs Reykjavíkur var útnefndur fyrsti og eini heiðursfélagi kórsins Margrét Pálmadóttir. Nú langar okkur til að útnefna 3 kórfélaga sem hafa árum saman unnið mikið og óeigingjarnt starf í þágu kórsins. Raun og veru miklu meira heldur en hægt að ætlast til af nokkrum kórfélaga. Þessar konur eru Andrea Haraldsson, Hafdís Hannesdóttir og Hrönn Hjaltadóttir. En nú komin veisla. Afmælishátíð Kvennakórs Reykjavíkur og ég vil biðja veislustjórann Eddu Björgvinsdóttur að taka við. Góða skemmtun. Gleðileg hátíð, segi ég nú bara. Hugsið ykkur, þegar ég kom hérna á æfingu í dag og allir kórarnir voru samankomnir og ég sagði, hér eru allar konur á Íslandi en ég sé að restin í salnum. En ég ætla að gefa afmælisbarninu ekki orðið, heldur tóninn. Krummi svaf í klettagjá, gjöruðu svo vel. Fyrr en dagur fagur rann
Jæja, þá afmælisbarnið búið að setja okkur algjörlega á réttan stað í tilverunni og nú bætist í hópinn. Þessi stórkostlega fallegi hópur þarna bak við þennan standandi fallega hóp, þetta eru senioríturnar. Þetta var stofnað 1995 og þetta er sérstaklega fyrir konur sem eru 60 ára og eldri. Og mér var sagt að elsta konan í þessum dásamlega hópi sé hvorki meira né minna en níræð. Og 10 af þessu 60 konum sem að fylla þennan kór hafa verið í honum frá upphafi. Geri aðri betur, segi ég nú bara. En það er svolítið fallegt að lagið sem að þær ætla að syngja, Líttu sérhvert sólarlag, eftir Braga Valdimar Skúlason sem að við unglingarnir könnumst betur við sem Braga í Baggalút. Og það sem svo fallegt að móðir Braga í kórnum og þetta lag samið sérstaklega fyrir hana, Ingibjörgu. Og Bragi á ekki bara móður í kórnum, hann á systur, hann á frængur og hann á bókstaflega allan þennan kór, bæði kvennakórinn og senioríturnar að. Bara þær eru í fjölskyldubóðum hjá honum, hugsið ykkur hvað skemmtilegt hjá þeim. En við skulum gefa þeim gott klapp.
Það er stúlknakórin núna. Þetta eru stúlkur á aldrinum 5 ára til 20 ára og þessi kór var líka stofnaður 1995. Nú bætist enn í hópinn, það er Vox Femine sem að stígur á svið núna til þess að taka undir í dýrlegum tónum og ég segi bara eins og Ella Fitzgerald sagði, ef það er eitthvað sem er betri en söngur, þá er það meiri söngur og söngur kvenna, auðvitað.
Nú, þessar stúlkur segja sko að léttsveitin sé ekki bara kór, hún sé lífstíll og það eru búin að gera svo margt skemmtilegt að ég var ekki hálfnuð að taka niður bara þegar ég sá að það myndi vera svo langur tími að við höfum bara engan veginn tíma til þess að virkilega segja frá öllu sem það hafa verið að gera, en þær hafa leikið í kvikmyndu, þær hafa leikið í Þjóðleikhúsinu, þær hafa sungið bersaðar í Feneyjum meira að segja, svo gott sem sögðu þær mér. Það var nú bara því að lenti dálítið mikilli rigningu og urðu að fara úr og vinda og fara í aftur bara það sem hægt var. En við skulum bjóða léttsveitina velkomna til liðs við þennan föngulega hóp.
Jettsveitin gjörir þið svo vel. Ljósið mitt er þú.
Og þá skulum við fá hér lokakaflan í þessari dásamlegu afmælishátíð. Allir kórarnir samankomnir. Takk fyrir.